Góðan daginn, verið velkomin hingað á Þjóðminjasafnið í fyrirlestrarröð okkar, þið sem hér í sal sitið og þið sem heima sitið. Fyrirlesturinn í dag ber heitið Sarpur.is, gátt almennings að menningararfi þjóðarinnar og það hún Vala Gunnarsdóttir, fagstjóri Sarps, sem flytur hann. Vertu velkomin og gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég heiti sem sagt Vala Gunnarsdóttir og fagstjóri Sarps og ég ætla aðeins að segja ykkur hérna í dag frá Sarpi og vefsíðunni Sarpur.is sem kannski einhverjir kannast við. Sarpur sem sagt skráningakerfi sem að yfir 60 stór og smá söfn og stofnanir á Íslandi skrá safnkostin í. Hann hefur verið til sem skráningakerfi frá árinu 1998 og hann var upphaflega smíðaður hérna fyrir Þjóðminjasafnið en svo í gegnum árin hafa alltaf fleiri og fleiri söfn bæst í hópinn og hann hefur verið þróaður áfram og aðlagaður eftir þörfum fleiri safna. Árið 2002 kom sem sagt önnur útgáfa kerfisins og svo þriðja sem notuð núna í dag, hún kom árið 2011 og það var sem sagt mikil breyting þegar það farið úr kerfi 2 í 3 af því að þá var hann gerður veflægur. Í lok árs 2016 var svo farið í stóra breytingar á innra kerfinu þar sem hafa verið að gera hann svona notendavænni og þá var útlit innra vefsins tekið í gegn líka. En sem sagt í Sarp eru skráðar alveg alls konar tegundir aðfanga, til dæmis munir, myndlist, ljósmyndir, þjóðhættir, fornleifar og örnefni, svo eitthvað sem nefnt. Kerfi var aðalega betra listaverkum þegar Listasafn Íslands kom inn í Sarp og svo núna nýlega þá var Náttúruminjasafn Íslands líka bætast í hópinn. Það reyndar ekki gert ráð fyrir náttúruminjum ennþá í Sarpi þannig að núna þarf að fara að þróa það í samvinnu við Náttúruminjasafnið að sem sagt aðlaga kerfið að því sem þau þurfa, sem sagt skráningarreitina. Og þá munu önnur sarpsöfn líka njóta góðs af því að það eru mörg söfn, til dæmis byggðasöfn sem eiga náttúruminjar sem þau geta þá skráð líka. Góð skráning sem sagt mjög mikilvæg og skráning ein af grunnstoðum í safnastarfi af því að svo mikið annað starf á söfnum byggir á þessum skráningum eins og til dæmis rannsóknir og sýningagerð. Ég nota alltaf sem dæmi þennan bláhvíta fána af því að í rauninni þá gæti þetta alveg verið bara einhver blár efnisbúti með hvítum krossi ef að það væri ekki vitað tákn fánans í sem sagt íslensku sjálfstæðisbaráttu. Þannig að oft sem sagt upplýsingarnar sem eru svo mikilvægar sem fylgja gripunum. Skráningakerfi Sarpur svo tengdur við vefsíðuna Sarpur.is sem var opnaður almenningi árið 2013, þannig að það núna komin 8 ár síðan. Þannig að almenningur getur séð afrakstur þessara áralöngu skráningavinnu hjá söfnunum og þetta var líka ákveðin bylting í aðgengi almennings að safnkosti og menningararfinum af því að núna var loksins hægt að sjá hvað leynist í geymslunum og varðveisluhúsum hjá söfnunum en maður sér ekki bara það sem að söfnin ákveða að sýna manni á sýningum. Þannig að vefurinn nýtist til dæmis fræðimönnum og námsmönnum en líka bara almenningi hvort sem það til gagns eða gamans. Núna eru komnar tæplega 1,5 milljón aðfanga birtar á Sarpur.is og það alltaf að bætast á hverjum degi fleiri skráningar. Svo eru söfnin líka alltaf að vinna í því að bæta ljósmyndum við eldri skráningar sem eigu gildi skráningana ennþá frekar af því að ljósmyndir segja oft meira en 1000 orð. Alla skráningar sem eru birtar á Sarpi líka hægt að finna á leitir.is sem sem sagt leitavél sem leitar líka í öðrum eins og Gegni og einhverjum fleiri síðum. Í dag 10.000 heimsóknir á vefinu hverju mánuði og rúmlega 100.000 síðufletningar. Þannig að hann alltaf að verða stærri og stærri svona sig. Söfnin geta valið að birta nýskráningar bara strax á ytri vefnum, bara leið og þau skrá. Og það sem sagt hnappur sem heitir heildasafn og nýjustu færslur, þar sem hægt að sjá það.
Svo undir öllum skráningum sem sagt hnappur sem heitir Veistu meira og hann mjög mikilvægur sem svona samtal safnana við almenning af því að þar getur fólk sent inn ábendingar. Þannig að ef að þið sjáu til dæmis ljósmynd af einhverju konu sem óþekkt og þið sjáu að þekkja þessu konu, þá hægt að senda inn ábendingu með nafni og segja hver þetta og eða bara ef þið þekkið tökustað einhverja ljósmyndar sem óþekkt, þá getið þið sent það inn og þessar ábendingar þær rata beint á starfsmann á viðkomandi safni sem getur þá yfirfarið þessar ábendingar og bætt inn upplýsingum og en þannig þá gagnasafni verður alltaf verðmætara eftir því sem að fleiri og betri upplýsingar bætt inn og sem sagt þegar vera að yfirfara eldri skráningar. Á vefnum eru líka þjóðháttaspurningaskrár sem ég ætla að sýna ykkur aðeins á eftir. Þar sem sagt hægt að skoða svör við eldri þjóðháttaskrám en það líka hægt að svara nokkrum nýjum spurningalistum. Svo eru líka alls konar sýningar inn á Sarpi sem ég ætla aðeins að tala betur, til dæmis vefsýningar, þar sem söfn hafa ákveðið eitthvað þema kannski og stofnað sýningu það. Það eru líka greiningarsýningar þar sem að verið að óska eftir ábendingu frá almenningi, til dæmis tökustað ljósmynda eða óþekkta einstaklinga á ljósmyndum og þá hægt að senda inn með hnappnum Veistu meira. Svo eru einhverjar sýningar sem kynningar og yfirstandandi sýningar sem á söfnunum líka eða þá sem svona áframhald á sýningum sem hafa verið teknar niður. Svo væri hægt að búa líka til kennslusýningar þar sem að væri hægt að búa til einhverja sýningu tengda námsefni eða heimsókn skólahópa. En ég ætlaði semst aðeins að fara bara hérna inn á Sarp til að sýna ykkur hvernig það lítur út í dag. Að sjá. Virkar ekki, jú. Að koma hérna. Nei. Aðeins við svona að fá þetta hérna í það þarf að deila þá. Það að taka PowerPoint-sýninguna af PowerPoint-inu. Já. Hvernig þá? Svona. Ok, núna eiga allir að sjá. Hérna sem sagt forsíða Sarps eins og hún í dag. Og hérna ef þið sjáu appelsínugulareitin hérna, þá þetta sem sagt þar sem að nýjustu færslunar hoppa inn. Bara það sem verið að skrá akkurat núna. Og hér svona borðið sem rennur þar sem maður getur smellt á eitthvað sem mann finnst áhugavert ef maður veit ekkert hvað maður vill gera inn á vefnum. En ef ég smelli hérna á heildarsafn og nýjastu færslur, þá sjáu þið það sem verið að skrá núna bara í morgun inn á safnunum. Allir voðaduglegir. Hér hægt að sigta út, ef þið sjáu hérna appelsínugulareitina, það hægt að sigta út ef þið viljið bara sjá einhver ákveðin söfn eða bara einhverja ákveðna tegund, ef þið viljið bara sjá muni eða ljósmyndir, þá hægt að velja það hérna. Hérna uppi hægt að sjá þau aðeldarsöfn sem að birta einhvað á ytri vefnum hjá okkur í dag. Það ekki alveg öll sem byrjuð að birta. Og hér þessi listi og það hægt að velja úr þessum lista söfn ef þið viljið bara skoða hjá ákveðnu safni. Og þá getur maður sé hérna til dæmis allt sem Þjóðminjasafnið með. Þau með hérna held ég alla aðfangaflokka, bækur, fornleifar, hús. Þannig að ef maður smellir á þetta þá getur maður séð allt sem þeir að skrá undir þessum flokki. Eins og hér öll húsin þeirra. Leitavélin, hún bara hérna uppi.
og ef ég prófa bara að leita einhverju skemmtilegu, köttur, að þá fæ ég upp sem sagt öll aðföng, sama hvort það ljósmynd eða myndlist eða munur eða, það eru þjóðhættir líka sem tengjast kísum og en svo hægt að þrengja leitina ef maður að leita einhver ákveðnu. Ég get til dæmis valið að birta ekki ljósmyndir, þau aðföng sem ekki með ljósmyndum. Og þá smelli ég bara hér og þá þau farin út. Og segjum svo að ég vilji bara sjá skráningar á Þjóðminjasafninu og bara ljósmyndir. Þá get ég valið þessi í felli gluggunum uppi, smelta aftur enter og þá fæ ég bara ljósmyndir frá Þjóðminjasafninu af köttum. Svo get ég líka, ef mig langar, prófað að leita í síðustu niðurstöðu. Ég prófa núna að leita hundur, gá hvort það komi þá upp. Já, þá fæ ég 16 ljósmyndir á Þjóðminjasafninu, þar sem bæði hundur og köttur skráð á sömu myndinni. Þannig að maður geti þrengt leitina sína aðeins ef maður að leita einhverju sérstöku. Svo náttúrulega hægt að leita mannanöfnum, það hægt að hafa ártöl fæðingardag með, fæðingarár með, ef maður veit það. Sjá. Hér uppi eru þjóðhættirnir sem ég nefndi aðeins áðan. Ef við kíkja aðeins hér inn. Hér eru spurningaskrár sem að Þjóðminjasafnið aðallega hefur verið að setja inn. Það sem svona blátt eru spurningaskrár sem hægt að svara núna á netinu. Og þetta viðbót sem var gerð við Vefinn sem var kostað á Þjóðminjasafninu. Og það búið að hlaða inn eldri spurningaskrána líka og svörum við þeim. Þannig að það hægt að lesa einstaka svör. En það líka hægt að opna þessar bláu og ef maður vill þá getur maður svara þeim og með því að smella það sem maður setur inn það verður ekki birt á ytri vefnum en ef maður setur í nafn þá sjá söfnið það. Þannig að maður getur óska eftir nafnleynd ef maður vill svara könnunum nafnlaust. Og þegar maður búinn að fylla í þetta þá fær maður bara upp einu spurningu í einu sem maður getur svo svarað og svo sendir maður þetta bara rafrænt áfram. En það líka hægt að lesa svör annara ef maður opnar bara eina þessa Hérna svona lýsing á spurningaskráni af hverju hún gerð og hvaða tilefni og svona. Og svo ef ég vil þá get ég hlaðið niður öllum svörum sem hafa verið send inn í PDF-skjal. Og ég get líka sigtað út ef ég vil fá svör frá einhverjum ákveðnum hóp. Ef ég vil kannski einhver ákveð aldursbil eða bara fá svör frá konum eða eitthvað slíkt. Þá get ég gert það En það líka hægt að lesa bara eitt og eitt svar í einu með því að smella bara á einhver af þessum spurningaskrám. Og þá koma svörin fyrir neðan, undir hverju spurningu fyrir sig. Já. Hún að spurja úr salnum hvort það sé hægt að svara aftur og aftur sömu spurningaskráni, en já, það á að vera hægt að gera það. Þannig að ef maður sendir óvart inn eitthvað hálf klárað eða eitthvað svoleiðis og vill svo senda aftur inn, þá það alveg hægt. Sjá. Ég ætlaði líka að sýna ykkur sýningarnar á vefnum. Efst til dæmis ein mjög skemmtileg sem heitir Sundkennsla á Íslandi. Ef við prófa að opna hana, þá svona sýningartexti sem hægt að lesa. Svona og svo koma þessi aðföng fyrir neðan í svona lista yfirlit og maður getur nota þegar sjáu litlu píluna neðst, þá hægt að fletta á milli síðuna eða þá velja að sjá fleiri í einu og þá fær maður þetta svona
og ef ég smelli á einhverja af þeim þá get ég séð nánar þessa nákvæmu mynd. Þá sé ég til dæmis ljósmyndarann og ártalið og staðinn sem hún var tekin og svo kemur líka svona smá lýsingatexti hérna þá hverja mynd fyrir sig hérna fyrir neðan. Og ég get líka opnaður síðan stærri og svo líka, ef þið sjáu hérna tölurnar hérna uppi, þá sem sagt hægt að smella hér á litlu örina til að þurfum ekki alltaf að fara í yfirlitið á milli. Heldur fletta bara næstu mynd svona. Og þá hægt að skoða stóra líka. Sjá. Fleiri skemmtilega sýningar. Það til dæmis þessi hérna, ný verk í safneign Listasafn Íslands. Hér var sem sagt búið að skrá inn öll þau verk sem að Listasafn Íslands keypti eða fékk gefins á síðasta ári. Þannig að hérna verið að halda utanum sem sagt öll þessi verk saman. Og það mjög sniðugt bæði fyrir safnið að eiga þetta svona, en líka bara fyrir almenning að sjá sem sagt hvað að gerast á safninu á hvaða tíma, sjá hverju þau að safna og þannig að þetta fletti gegnum hérna alveg 15 blaðsíður af nýjum verkum hjá þeim. En þetta mjög svona skemmtileg nýting á sýningunum. Önnur sýning til dæmis hér, þessi sem heitir Söðul áklæði í vörslu Borgarsögusafnsins. En þetta var sem sagt þau fengu sem styrk á safnasjóði til að fara í gegnum söðul áklæði og þau voru að vinna forvörslu, greiningu og pökkun og á sama tíma þá sem sagt uppfærðu þau skráningar í sarpi og bættu inn svona flottum ljósmyndum við alla skráningarnar. Þannig að þau nýttu tækifærið að vinna í sarpi í leiðinni og það mjög gaman að geta skoða þetta allt hérna saman. Endilega kíkja það. Svo líka hérna önnur skemmtileg sýning sem ég vildi benda á. Það hérna Bertel Thorvaldsen og verk hans á Íslandi. En þetta sem sagt einn af svona styrkleikum sarps að það hægt að gera svona samstarfsverkefni. Og hérna hefur til dæmis Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands tekið sér saman og gert hérna sýningu. Hún var sett upp í lok síðasta árs tilefni þess að það voru liðin 250 ár frá fæðingardegi hans. En þetta nefnilega svo skemmtilegt af því að Listasafnið á mikið af verkum eftir hann en Þjóðminjasafnið á ljósmyndir og muni sem tengjast honum. Þannig að saman þetta orðið miklu svona heildstæðari og svona skemmtilegri sýning. Það til dæmis Þjóðminjasafnið á hérna hárlokka af honum og svona. Þannig að það gaman að skoða það líka. Önnur sýning sem sýnir svona skráningaverkefni sem hérna þessi hérna Sölvi Helgason sem Þjóðminjasafnið setti. En þau voru sem sagt að fara í gegnum þessar skráningar og myndvæða allt. Þau voru sem sagt myndvæða allar þessar teikningar eftir hann og setja hérna í sarp. Þannig að það náttúrulega alveg gríðarleg vinna sem fer í þetta á söfnunum að skrá og myndvæða og þetta ekki endilega alltaf svona sýnileg vinna en þess vegna finnst mér svo sniðugt að nota sýningarnar sem svona sína afrakstur á safni og leyfa almenningi að fylgjast líka með hvað að gerast á söfnunum á hvaða tíma. Þannig að mér finnst þetta allavega mjög skemmtileg nýting á þessum sýningum. Þannig að ég mæla endilega með að kíkja á þessar sýningar af því að ég held að geta allir fundið einhvað sem þeim finnst áhugavert hérna inni. Sjá. Þá ætla ég aftur hérna í PowerPointið, vonandi gengur það. Ok. En sem sagt, undanfarið hefur verið að fara fram þarfagreining fyrir nýtt skráningakerfi. Kerfi sem við erum að nota núna, það orðið hvað þá 10 ára held ég útgáfan sem við erum að nota núna og það alltaf verið að smíða ofan á það. Þannig að núna verið sem sagt að
vinna að þessu og það er sérst verkefnastjóri hjá okkur sem heitir Cecilie Gæhede sem búin að vera að vinna í þessari þarfagreiningu í samstarfi við aðaldasöfnin og á síðasta ári var mótuð þessi framtíðarsýn fyrir nýjan SARP og það var gert í samvinnu við forstöðumenn aðaldasafnana og svo voru gerðir ýmsir vinnuhópar með sérfræðingum úr söfnunum til að sem sagt ræða alls konar mál varandi skráningakerfi og vefinn og við vildum heyra semst allt sem væru ánægð með núverandi kerfi og líka hvað þau væru ekki nógu ánægð með. Þannig að semst samvinna við safnafólki náttúrulega lykillinn að því að það gangi vel í að velja nýtt kerfi, að þetta náttúrulega kerfi sem þau munu nota sem sitt vinnutól. Og svo þegar að þetta nýja skráningakerfi verður tekið í notkun þá þarf náttúrulega líka aðeins að huga að ytri vefnum en það ljóst að með nýju skráningakerfi sem sagt þyrfti að taka hann í gegn líka. Það augljóst að væntingar og kröfur til svona vefsíðna eins og sarpu.is hafa breyst alveg helling síðan að vefurinn kom árið 2013. Þetta þróast svo hratt og það mikilvægt að sarpur fylgi kröfum samtímans og það verður reynt að koma til móts við þær kröfur sem eru í gangi svo að vefurinn nýtist sem flestum. En það voru semst vinnuhópar sem fjölluðu sérstaklega ytri vefinn og þau voru að spá hvernig var hægt að efla miðlunarleiðir og auka notagildi vefsins. En hér eru sem sagt svona helstu niðurstöður úr þessari hópavinnu og það sem sagt það var talað að hann ætti að vera mjög svona einfaldur með myndrænni framsetningu og þótti svona aðeins of svona kannski aðeins of svona mikið að gerast kannski á honum núna. Það var talað það að þau vildi leiða notendan betur áfram sem sagt kannski aðalega fyrir þá notendur sem ekki endilega með eitthvað ákveð í huga sem ætla að leitað, heldur vilja bara koma þarna inn til að skoða einhvað, að þá myndi maður kannski sjá svona tillögur kannski tengda gripi eða verk eftir sama listamenn eða eitthvað svona, leiða mann áfram, sýna mann eitthvað sniðugt. Það var talað að hafa einfaldari leitavél og hafa hana mjög öfluga. Fólki vanti í dag að googla en já, fólki semst vanti í dag að geta leitað að nokkrum orðum í einu í sama glugganum og þannig að endilega skoða hvort að það væri möguleiki. Hópurinn vildi gefa sem sagt sýningaviðmótinu aukið vægi og reyna að gera þær meira áberandi og geta greintar eftir tegundum sýningar líka og það væri þá hægt að skoða alla greiningarsýningar saman eða eitthvað svoleiðis. Það var talað innskráningamöguleika á ytri vefinn, að fólk getur sem skráð sig inn til dæmis með Ísland.is og gæti þar haldið utan sína leit, til dæmis eða eru að safna saman myndum á ættingjum eða eitthvað sem þau vilja panta. Og þar væri hægt kannski að halda utan pantanir og eða bara eitthvað sem ef þau eru að vinna í að finna ljósmyndi fyrir bók eða eitthvað slíkt. Svo var talað að hafa vefinn Ég ekki með COVID. Það var talað vefinn sem mögulegan svona vettvang fyrir kennar til að búa til kennsluefni og deila með öðrum kennurum. Og svo var talað að það væri möguleiki á svona einfaldara viðmóti fyrir börn, að þau gætu svona farið auðveldar í gegnum vefinn sjálf. Svo var talað tengingamöguleika við aðra vefsíður, þannig að til dæmis aðaldasöfnin á sínum vefsíðum gætu verið að deila efni af sarpi eða eitthvað slíkt.
og svo drauma sínin að hafa svona þrívita möguleika, að þá væri sem sagt hægt að skoða ákveðna gripi sem væri búið að taka upp í svona þrívít, að það væri hægt að skoða þá sem sagt á einhver svona hliðarsíðu og það væri hægt að þysja vel inn og skoða smáatrið í gripunum og eitthvað slíkt. Þannig að það væri alveg rosalega skemmtilegt. En það sem sagt nógu hugað, þannig að núna er verið að leggja lokahönd á þessa þarfagreiningu og næsta skref í þessu er þá að skoða betur þau kerfi sem eru til og gætu komið til greina sem uppfylla þarfir okkar. Það eru til dæmis nokkur kerfi á Norðurlöndunum sem við ætlum að skoða betur. En svo er líka ennþá inn í myndinni að smíða bara nýtt kerfi frá grunni, þannig að það þarf að skoða alla möguleika. En svo þarf náttúrulega líka að huga fjármögnun nýs kerfis. Þannig að það er alveg nóg að gera, en það er líka mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessari miklu vinnu og bara hvernig sarpið mun líta út hérna í framtíðinni. Þannig að ég bara þakka fyrir mig. Já. Já. Afskaplega fegin að heyra um nýjan vef. Ok. Af því að þetta gamla bara virkar ekki. Nei, það... Einu leið að finna er bara að hringja í Lilju Vætardóttur eða eitthvað. En nú er að koma ný. Já. Og ég er líka mjög glöð að sjá að þetta verður, að sé búin að hugsa börnin. Já. En þá segir ég bara gleymdu ekki fræðinu. Nei. Sem þau bara nota. Nei. Ég vildi bara spyrja, er það nokkuð sem ég get skrifað til að segja, heyrðu, fræðimenn vilja gera sér þetta og þetta og þetta og gleymdu þessum hlutum ekki. Já, sem sagt það er kannski sumt sem er svo mikið common sense að maður tekur það kannski ekki fram, að það sem virka vel, við ætlum náttúrulega að halda áfram að hafa það í kerfunum sem að virka vel. Og það var sem spurningin á salnum að það megi ekki gleyma fræðimönnum við nýja vefinn, en það er alveg búið að taka það með inn í myndin og það voru nokkrir fræðimenn sem sátu í þessum hópum, þannig að það er enginn að fara að gleymast vonandi hérna hjá okkur. Og það verður mögulega sem sagt einhvers konar sér síða fyrir fræðimennina til að sem þeir gætu mögulega séð eitthvað meira heldur en aðrir. Ja, en dat spurningen, jeg vet bare at finne, så jeg vil til dæmis leita að öllum gripum sem pressin á Íslandi, Já. sem eru eldri en 15, Já. til dæmis. Já. Og það getur vel verið að skólafólkið vilji líka gera þetta, ekki bara fræðimenn. Já, það var held ég gert ráð fyrir þessu á ytri vefnum, ég veit ekki alveg hversu vel þetta virkar í dag, líklega ekki mjög vel, en það fer líka eftir því hvað skráningarnar eru góðar, að til að maður fá upp niðurstöður þá þarf náttúrulega að skrá vel aldurinn og svona, en ég þarf bara aðeins að fara að skoða betur hvort þetta virki, en það er alveg stundum eitthvað sem er að brotna og stundum er þetta svona mismunandi frá degi til dags, þannig að það er alveg komin tími á nýjan vef, eins og ég segi, hann er orðinn 8 ára gamall sem er svona dálítið mikið í svona vef árum talið kannski. Athugasemdir við vistun meira. Já. Þegar maður setur inn athugasemd, þá verðist það ekki muna nafnum hans. Ég ætla að Ó. þau að slá þetta inn aftur. Ok, það... Minnir það, ég segi þannig þegar ég er að setja inn athugasemdir, þá þarf ég að skrá nafnum mitt og netfangi, en í svo mörgum öðrum þá veit forritið að ég er að... Já, ég veit að hann man stundum netfangi mitt. Ég hef verið að prófa þetta, en þetta er kannski eitthvað mismunandi eftir vöfrum líka og hversu oft maður er að reynsa út úr vafranum. En já, ég get skoðað þetta líka betur. Já, já, einmitt. Ég með nokkuð svona einkabréf Ok, sem ég var að spegla hvað ég ætti að gera. Ekki færi þau inn á SARP og það. tjá, það sem er skráð í SARP er allt í eigu einhver SAPs. Þannig að þau eru ekki að skrá neitt sem er ekki í þeirra eigu. Þannig að ef að þú myndir gefa þetta á einhver ákveð SAP, þá jú, þá myndir þau kannski enda. En svo er það náttúrulega líka birtingar
söfnin geta ákveð að birta ekki einhvað á vefnum ef þetta er eitthvað persónu, já, ef þetta er eitthvað þannig þá geta söfnin alveg stýrt birtingunni og ákveðið að birta ekki. Þau geta líka byrt skráningun en ekki ljósmynd með, þannig að það er alveg stundum sem að maður sér ekki allt á vefnum út af einhverju svoleiðis, svona persónuverndar. Og ég þá fara með þetta upp á skjalasafn. Það þarf eiginlega bara að skoða það fyrir þig, hvað þetta ætti best heima. Þannig að, já. Já. Ekki fleiri spurningar. Þá bara vil ég þakka fyrir mig. Bara takk fyrir að hafa mig. Hvað ætti þið svo að fjalla eftir hálfa? Næsti fyrirlestur hjá okkur verður eftir páskar 7. apríl og það verður hún Linda Ásdísadóttir sem fjallar sýninguna Spessa sem verður opnuð núna á laugardaginn. Það er það sem er næsta dagskrá hjá okkur. Þannig að ég hveti okkur til að koma þá og fá að hlusta og skoða. Annars bara þakka þér fyrir.